Halló, rétt fyrir miðja síðustu öld gerðist seinni heimsstyrjöldin og ýmislegt gerðist þá en eitt af því svona stærra var að nasistar í Þýskalandi opnuðu alls konar nauðunga vinnubúðir og útrýmingarbúðir. Einn af þeim sem lenti í þeim var Leifur Müller. Hann skrifaði það þessa bók. Í bókinni lýsir hann aðstæðum sínum og skrifaði þetta einhverju stuttu eftir að hann kom heim. Ég les þessa bók og hugsaði mér að það væri áhugavert að prófa þetta. Það er ekkert að endurgera þessar aðstæður að öllu leyti. Það eru mestu leyti 3 hlutir sem ég lít á. Það er svefnaðstæður, matur og vinnan. Svo hér reyni ég að endurgera það. Bókin er ekki alltaf samræmd sjálfri sér. Það er aðeins mismikið sem er borðað, mismunandi matur, en ég vildi þetta nokkuð svipað og ég vildi var þetta ekki alltaf eins á þeim langa tíma sem hann var vistaður í fangabúðunum. Svo að þá hefur breyst eitthvað, magna mat og svona, en ég reyna að fara einhvern milliveg og líta á heimildir bókarinnar og aðrar heimildir til þess að gera þetta sem raunverulegast. Ég skal í svo. Þetta eru 3 teppi held ég til þess að hafa reglulega hart og svo er hérna borð og kistur sitt hvoru megin við til þess að ganga úr skuggum að ég fá ekki nógu mikið pláss. Í Sachsenhausen var gist í 3 hæða kojum með dýnum, þunnum dýnum eða hálmi. Svo þetta er ekki alveg sögulega rétt, en þetta er svona eins nálægt og kemst. Það var gist í skálum sem voru lítið sem ekkert upphitaðir, en það var svo mikið af fólki þar að maður geti gert það fyrir að það var þokkalega hlýtt. Góðan dag. Þetta var klukkan 8. Það var ekki sérlega kalt. En það var mjög hart og ég vaknaði að leita klukkuna svona hálftíma fresti og svaf ekki sérlega mikið. Já, vonandi sef ég betur næstu nótt þegar ég verð vonandi þreyttari eftir Namokasand. Og mættur í talningu. Á hverju morgni var staðið í minnst klukkutíma fyrir utan skálana að telja fangana. Þegar fangabúðirnar hófu starfsemi var þetta gert 3 á dag. Svo 2 og að lokum einu sinni. Það leið af stríðið. Ég ætla bara að gera þetta einu sinni, en mun standa hér í næsta klukkutíman. Í fangabúðunum tók talning alltaf minnst klukkutíma. Nú er klukkutími liðinn, svo ég er frjáls. Nú er komið hlægt morgumat. Morgumatur var hálfur lítir af kaffi eða te. En ekki góðu kaffi, það var bara sett svona duft og vatn í með te og ég drekk ekki kaffi. Þetta er fáránlega sterkt te, kannski sett ég svo mikið að lögum en þetta var bara 1 poki. En þetta er morgunmaturinn. Fæturnir er smá lúnir eftir að standa kjörur í klukkutíma. Hér gleymdist að taka upp fyrsta hluta dagsverksins en það er að grafa 5 til 6 rúmmetra af sandi líkt og í Sachsenhausen þar sem verkið var að grafa 14 metra djúpan og 1 meters breiðan skurð fyrir vatnslagnir. Það er 1 rúmmetri kominn. Sem sagt, hann er fata. Þessi fata er 10 lítra og þegar ég er búinn að fylla fötuna 10 sinnum þá teikna ég hérna í sandinn. Þetta er fyrsti rúmmetrinn, bara þetta sinnum 6. En mér líður þokkalega, smá svangur, smá þreyttur í höndunum. Það er skot gengur. Ég er á 2-földum hraða með við hvað ég bjóst við og með við það sem það verið í Sachsenhausen. En það voru þau að gera þetta í marga daga í röð á hér lengum að líkamann var búinn að brenna alla vefa. En kannski verið bara búinn upp úr hádegi. En eftir að nasisminn hefur verið að velli lagður og menn kynnast sannleikanum, þá mun það sjást að enn eru til menn sem trúa á nasismann. Til allrar hamingju eru þeir ekki margir, en ég vildi óska þess að þeir fengju að reyna fangabúðalíf undir stjórn nasista 1 dag. Fengju að vinna við sandmokstur í 12 tíma með hálftíma matarhlýi þeir fengju aðeins tæpan lítra af rófusúpu og 2 brauðsneiðar. Yfir þeim ættu svo að standa samviskulausir hrottalegir Pólverjar, gersneyddir öllum mannlegum tilfinningum sem reyndu á allan hátt að koma sér í mjúkinn hjá SS-foringjanum á kostnað meðfanga sinna. Þá held ég að þessir menn myndu fljótlega fá sér fullsadda á menningu og frelsi nasismans.
annar rúmmetri kominn. Nú ég ofan í hólunni. Hún orðin heldur stór. Maður gæti falið skóflu upprýða í henni. Það gengur bara vel. Maginn orðin svolítið, núna ég svangur sko. En það styttist í mat. Ekki nema 4 tímar. Nú komið hérna 3,5 rúmmetri. Klukkan 20 mínútur yfir 1. Það 1,5 tími í mat, stæðismat. Og ég orðin verulega svangur og verulega þreyttur, farin að vinna svolítið hægar. Ef ég hefði verið á sama tempói núna á áður, þá væri ég komið með 4 rúmmetra, en ég bara komið með 3,5. Nú ég að ná upp í 4 rúmmetra og það frábært að sé bara 2 eftir, en hungrið alveg að fara með mig og orkuleysi. En það ekki nema 45 mínútur í að ég fái hádegismat, sem samt bara eitthvað rófusull, en það samt matur. Ég ótrúlega spenntur í það. Hver aðeins vel þetta aftur á morgun. Það gerir þetta saman 2 dagar. Ég bara hér að telja skóflustungunar sem eftir. Hver fata of þung. Vandamálið líka ekki það að grafa. Vandamálið að bera föturnar upp úr hólunni. Því hólan það djúp að nú sit ég ofan í henni og hérna kanturinn rétt fyrir ofan hausinn mér. Þetta væri ekkert máli, ég þurfti ekki að taka sandinn upp úr hólunni líka. Þetta bara fylla föturnar. Ég hlakka til að fá mat. Maður kemst ekkert áfram, maður heldur ekki áfram. Kemst aldrei á leiðin. Svo þetta haldur áfram. Nú komin hádegismatur í hólu mostunum. Ég gjörsamlega búinn að því. Hendurnar byrjaðar að titra af þreytu. Ég komið með 4,4 rúmmetra held ég. En hádegismatur. En hérna þessi súpa. Það skeiðin ekstra honni. Þetta reglulega ógeðslegt. Þetta eru sem sagt 2 litlar ljótar rófur sem fengu að malla í eina nótt. Og smá hveiti og svo bara neta. Þessi súpa reglulega ógeðsleg. Og svo þetta brennd. Ég alveg virkilega íhuga að gefast upp. Þessi súpa sögulega rétt. Það eina sem ég fann, einu heimildir sem ég fann hana, þetta væri bara eitthvað rófusull gert úr rófum sem áttu að fara í dýrafóður. Svo ég setti bara rófur, vatn, hvað fleira geti gert þetta súpu en ekki bara rófusóði hveiti. Og svo myndi ég venjulega mann ekki setja salt, en þetta ánáttúrulega getur verið að vera matur. Annarkvort kemst ég bara upp núna eða sleppið að borða það. Klára að moka 1 rúmmeter. Og fer svo. Ég veist ég geti verið þetta á morgun. Ég var semst að heyra í félögum mínum og þau ætlaði að koma ekki eftir á kortið 20 mínútur og þau ætlaði að mæta með ís og eitthvað. Mér langar í ís. Þessi súpa svo vond að ég ætla bara ekki að borða hana. Og það mjög sögulega rétt því að margir fanga borða hana ekki fyrir hann eftir nokkra daga. Þeir eru orðnir mjög svangir. En þá hugsa ég á svona rúmmeter eftir til að geta sagt þetta gott í dag. Ég ætla bara að moka það. Kannski hætti ég bara. Kannski verði ég ekkert inn á morgun. Eða ég geti náttúrulega líka verið inn á morgun nema með mat og sé munin. Já, það hérna hólan. Ég get ekki andlega annan dag hérna. Ég ætla bara að koma heim. Ég ætla samt að borða kvöldmat
að hætti fangabúðana, 330 kr. breiði og vona að ég þurfi aldrei að upplifa þetta aftur. Hendurnar eru titra álagi og þegar ég hringdi í félaginn áðan ég fann alveg fyrir að ég vildi sleppa símanum og hann var of þungur til þess að halda upp eyrað. Ég skil ekki hvernig fólk gerir þetta á hverjum degi. Svo að markmiðið náðist ekki. Ég náði ekki að gera þetta í 2 daga í röð. En markmiðið náðist þegar ég hef betri skilning á hvað gerist í fangabúðunum. Það er ótrúlegt að fólk hafi lifað þetta af dag eftir dag á svona litlum mat. Hvernig líður þér? Ég er mjög svangur og þreyttur. Ég sáttur þetta sé alls búið. Þetta er ekki alveg sögulega rétt. Ég er að sætta upp við að grafa 5,5 og ég ætti í rauninni að vera að moka í 4 tíma korter í viðbót. Og svo er ég mjög peppið að penda þessari ógeðslegu súpu. Og ég er búinn að halda þessu sögulega réttu fyrir utan það ég er búinn að fá mér vatn. Ég er ekki búinn að finna neina heimildir vatn. En ég er samt mjög spenntur að smakka þurrt brauð með örlitla smjöri og athuga hvort það sé gott. Það hlýtur að vera gott, það er mjög svangur. Já, það var komin inn. Leið að koma inn þá langaði mig alveg gífurlega mikið að setjast. En ég horfði samt á allt ætilegt. Mér langaði alveg rosalega mikið að borða það. En ég náði 330 g af brauði og 10 g smjöri. Þetta er mjög mikið af brauði. Mér er ekki bjöstuð þar. Ég veit ekki hvort maður ætti að setja brauð og smjör á fyrst eða bara brauð. Og bara það að finna lyktina af brauði bara, það er geggjað. Matur. Synd að þetta sé ekki alveg sögulega rétt, en þetta ætti ekki að vera hvítbrauð. Þetta ætti að vera brúnbrauð. En ég fann heimildir um það eftir að ég var búinn að kaupa brauðið. Vá, hvað þetta er gott brauð. Þetta er bara eins og besta samloka. Þá sé ég ekkert á því. Það er fáránlega gott. Vá. Ég hef líka borðað kvöldmat. Þetta er kvöldmaturinn. Og ég hef borðað hann 4 tímum of snemma. En ég vil eiginlega bara sjá hvernig brauðið smakkast. Og svo ætla ég að þetta. Sorry Bjössi. En ég andlega geti þetta ekki. Á smjörbrauðinu. Þetta er frábært. Vá, hvað þetta er gott. Smjör var frábært. Næstu 2 góða bita af smjöri. Það er búið með það. Því miður. Þetta er ekki mikið af smjöri. Og já, þetta á að vera smjöri líki, en það er auðvitað að kaupa 10 g smjöri en smjöri líki. Veistu? Ég ætla bara að hætta núna. Og það með eftir þessu sögulega. Fara að ná í hinn smjörpakkan. Og fá mér meira smjör. Vá, hvað smjör er gott maður. Sorry Bjössi, þetta tókst ekki. Já, þá var komin í það nokkrum dögum seinna. Og er svona smá búinn að jafna sig á þessu. Ég var líkamlega búinn á því í svona 2 daga eftir þetta. Þrátt fyrir að vera bara í 1 dag að moka sand. Eftir að hyggja þá held ég þetta sé mun gerlegra að moka svo mikið af sandi með mat. Og annað sem maður gæti líka gert að verkum að maður komist aðeins lengra er að maður hafi félaga með sér. Því þá bara þetta ekki jafn erfitt á andlegu hliðina. En ég held að það sé ekki mögulegt neina mannesku að lifa við þessar aðstæður og hafa þann valmöguleika að komast út. Losnar aðstæðunum. Með öðrum orðum, þetta er ekki hægt nema með byssu upp á hausinn á sér. Og sú byssa var til staðar í fangabúðum Nasista.